Góðan dag, ágætu áhorfendur, enn förum við af stað með morgunþátt miðjunnar. Hjá okkur í dag verður einn gestur, sá heitir Gunnar Bragi Sveinsson og Gunnar Bragi er ýmislegt. Hann er varaformaður Miðflokksins og hann er formaður þingflokksins. Vigdís Hauksdóttir hefur boðað mótframboð gegn honum í varaformennsku í Miðflokknum. Hvað ætlar Gunnar Bragi að gera? Ætlar hann að hörfa undan Vigdísi? Ætlar hann að taka slaginn í hana? Þetta skýrist eftir og eins var Gunnar Bragi mjög góða og skemmtilega framsetningu þegar hann var að deila á aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Nánar það á eftir, en það sem ég vildi segja er það að einbeittur vilji ríkisstjórnarinnar birtist okkur eins og köld vatnsgusa í gær. Auðvitað vissi ríkisstjórnin og þeir sem með henni starfa að laun hjúkrunarfræðinga myndu lækka í gær. Það vissi þetta allir, það var ekkert gert og það skýrir vilja ríkisstjórnar. Hefði haft minnsta áhuga á þessu, áhyggjur, þá hefði þið breytt þessu. Þá hefði þetta að fresta þessum launalækkunum, ekki látið að koma til núna einmitt á meðan að COVID-faraldurinn er og hjúkrunarfræðingar þurfa að vinna margir hverjir alveg ótrúlega erfitt og bara hættulegt starf. Ég ætla að lesa hérna örlítið eftir hjúkrunarfræðing sem hún skrifaði í gærkvöldi þessi kona. Ég var að koma heim og frábær og gefandi vinnunni minn á gjörgæslunni í Fossvogi. Starfi mínu sem ég elska. Vaktin var sérlega strembin í dag. Ég sinnti 2 sjúklingum með COVID-19 í öndunarvél ásamt því að leiðbeina frábærum bakverði sem kominu til aðstoða á erfiðum tímum. Ég var klædd til hlífðarfatnað í 7,5 klukkustund með tilheyrandi óþægindum til að forðast smit. Á morgun ætla ég að vinna aukalega morgunvakt og næturvakt vegna erfiðra aðstæðna á deildinni. Eitthvað sem allir sem vinna þar gera við þessar aðstæður. Og hjúkrunarfræðingar eru samningslausir. Og já, og launin mín lækkuðu 41.000 krónur í dag. Þetta er alveg ótrúlegt. Katrín Jakobsdóttir hefur komið í hvert spariviðtal við öðru og talað samstöðu þjóðarinnar og lofað ágæti heilbrigðisstarfsfólks. Vitandi að dagurinn gæri rinnu upp. Hún vissi upp á sína 10 fingur að hjúkrunarfræðingar myndu lækka umtalsvert í launum þessi mánaðamót. Sagði ekkert og gerði ekkert þess vegna, sagði samt eitthvað allt annað. Heldist og hreykti sér og ríkisstjórninni. Þetta er alveg ótrúleg staða og núna ríkisstjórnin var að auka fylgi sitt og voru fleiri og fleiri að lýsa yfir ánægju með störf ríkisstjórnarinnar. Nú bendir allt til þess að mikið af því fylgi gengur tilbaka. Þetta er óþolandi. Þau vissi það, þau vildi það. Svo er annað mál sem náttúrulega við verðum aðeins að ræða líka fyrst við erum með svona fréttatengda þátt. Það er staðan innan Alþýðusambands Íslands. Þetta er alveg grátlegt að afgerandi foringjar í verkalýðshreyfingunni þeir verða undir í kosningabaráttu innan miðstjórnar Alþýðusambandsins. Og í stað þess að taka slaginn þar, þá segja þeir af sér yfirgefa Alþýðusambandið og stórveikja það. Ég get ekki séð til framdráttar hvers þá að vera að fara í fílu og skella á eftir sér. Það er ekki gott. En hér eftir augnablik ágætu áhorfendur þá er það Gunnar Bragi Sveinsson sem ég sagði, eins og ég sagði hann, bæði varaformaður Miðflokksins og formaður þingflokks þess sama flokks eftir augnablik. Ágæti áhorfendur, til mín er kominn gestur dagsins. Sá heitir Gunnar Bragi Sveinsson og Gunnar Bragi er varaformaður Miðflokksins og formaður þingflokksins. Við verðum nánar í það seinna. En Gunnar Bragi, gagnrýni þín á aðgerði ríkisstjórnarinnar eru nokkuð svona eftirtektarverðar. Þú setur þetta upp í svona stuttum dæmum og spyrður hvaða störf eigi að skapa með því sem á að gera. Þú nefnir svo margt að þú segir mér ekki hefur verið skoða hvar þessi störf verða til og þú nefnir til þetta á sal Alþingis sem þú segir þessi ágæti salur. Já, sko, ef maður horfir á listan sem eða þessi verkefni talin voru upp, þá setur maður eiginlega spurningu á hvað voru menn að horfa, eða var þetta einhvers konar óskalist sem allir fengu að koma fram með einhver verkefni í, allir sem sátu við borðið þar að segja. Vegna þess að það eru þetta verkefni sem
maður veltir fyrir sér sko, hvort að í rauninni að skapa störf sem þörf fyrir og það kom nú fram í umræðum í þinginu, rauninni hefur ekki verið lagt mat á það. Hvað mörg störf eiga að vera til við þessar aðgerðir og hvar þau vera til. Það skiptir líka máli. Hvort þau eru að vera til sko út í samfélaginu, einkageiranum, eða inni í ráðuneytum eða ríkisstofnunum. Já, og það svona að taka dæmi, þú segir annað sem ykkur athygli að sumt sem þarna talið upp mun alls ekki búa til neinn störf. Fjárfest á í búnaði sitt í gang vinnu við eitt annað sem skilar kannski einhverju seinna og svo framvegis. Þeir finnst þetta óljóst. Þetta gríðarlega óljóst og þetta svona lyktin af þessu þannig hafi menn hafa sátu við borðið og sagði, já, nú erum við að fara í framkvæmdir og komið með hugmyndir sem við getum hrint af stað. Þá fórum menn í skúffuna og drógu upp allt sem menn hafi getað fjármagnað einhver tíma. Óháð því sko hvort það er að skapa akkúrat störf núna sem er þörfið fyrir. Í staðinn að einblína á sko verkefni sem verða til störf. Eins og þetta bara farið að byggja hjúkrunarheimili þar sem vantar hjúkrunarheimili vegna þess að það er eitthvað sem að býr þá til störf í þeim geira og svo framvegis. En það sem menn gera líka mistök og hefði geta keypt líka ákveðinn tíma, það er bara ef menn hefði farið í það að veita öllum greiðsluskjól strax í 2-3 mánuði, fyrirtækjum einstaklingum og vinna sér svo úr tilbakarauninni úr því öllu saman. Það hefði ekki þurft að vera í þessum æfingum sko. Já, ég er búinn að skrifa þetta, mér finnst til dæmis eins og það sem heyrir undir þinn fyrrverandi formann, Sigurð Inga, formann Framsóknarflokksins, að þar finnst mér vera, sko það er 1. apríl er byrjaður, það er 8 mánuði eftir, kannski 7-8 mánuðir eftir á svona alvöru framkvæmdatíma árinu. Já. Og hvernig er undirbúningur allra þessar verkefna sem á að fara? Þarf þetta ekki að fara í umhverfismat og umsagnir og hvað eina, þannig að mér finnst eins og verið svona skjóta svolítið bara í myrkri. Og eins og þú segir hann, setjum við borðið, já hvað hefur þá að gera? Já, hefur ekki bara tvöfalda þarna eða taka einbreiða brýr og hönnunarvinn og undirbúningur er eflaust mjög víða óunnið. Sko, menn að vera að gera mikið úr þessari aðstöðu sem virkilega þarf að laga til Akureyri, var þetta flugvöllin þar. Jú, það er að fara í planið fljótlega, en það mun taka lengri tíma að fara til flugstöðina. Það er ekkert að þessu, eða lítið af þessu, er að fara að gerast á þessu ári. Og annað er líka að suma af þessum verkefnum eru einhvern veginn langt í framtíð, eins og kom fram í fyrstu tillögum ráðherrans sem að var að nefna til með tvöföldum Hvalfjarðargang eða Sundabraut, skilur við, menn þessi verkefni er ekkert að verða. Það sem er líka í þessu er það að menn eru svolítið að koma fram í verkefni sem vita að verður ekki farið í fyrr en á 2021 eða 2022 eða síðan. Þá spyrir maður, hver er það markmiðið? Hvað er það markmiðið við þessu? Er bara hreinlega að vera að slá einhverju fram til þess að sýnast að gera eitthvað? Eru menn undirbúið kosningabaráttuna? Eða hvað er þetta í gangi? Og við höfum sjálfsögðu ekki fengið svör því að auðvitað er ríkisstjórnin núna í ákveðnu skjóli þegar þingið er frá. Og þeir getur hann gert hvað sem við sýnist náðast þessu ráði. Já, við erum saman þetta. Ég er búinn að einmitt ekki ræða fyrir þetta. Mér finnst þetta sem að vera að lofa alveg lífandi spýst á þess að vera búin að vinna undirbúningsvinnuna og við vitum að þá dregst að við sjáum bara dæmi eins og með Teigsskó. Að þetta er svona að vera að gefa fólki jafnvel falskar vonir. Það held ég. En mál dagsins, Gunnar Bragi, þú ert nú fyrirverandi ráðherra, hefur setið í ríkisstjórninni. Mál dagsins er náttúrulega þessi launalækkun hjúkrunarfræðinga sem kom til framkvæmda núna á mótin. Þeir eru búin að vera samningslausir í heilt ár. Og nú er þetta fólk gjörsamlega ómissandi, alveg bara þjóðin getur ekki án þeirra verið. En þetta er maður velti fyrir sér að það getur ekki verið svo að ríkisstjórnin og ráðherrarnir sem hafa með þetta að gera hafi ekki vitað af því að 1. apríl væri framundan. Getur svona farið fram hjá framkvæmdavaldinu? Nei, það getur ekki verið vegna þess að það er alveg ljóst að það er enginn að segja mér annað en ef ráðherrarnir voru búin að gleyma því að þetta er 1. apríl eða þetta ætti að taka gildi, þá er klárt að embættismenn voru búin að upplýsa ráðherrana að þetta myndi gerast. Það sem hefði vitanlega verið eini manndómurinn hjá ríkinu hefði verið vitanlega í fyrsta lagi að reyna að klára þessa samninga við hjúkrunarfræðinga og hins vegar að kippa þessu tilbaka. Þannig að þetta myndi ekki gerast núna 1. apríl. Það sem skiptir vitanlega máli í þessu öllu saman að það eru þessar stéttir, hjúkrunarfræðingar, það eru læknar, það er líka fleiri, það er lögreglan og aðrir sem eru núna í fremstu víglunni fyrir okkur. Það er allt þetta fólk, og lögreglan líka samningslaus, búin að vera lengi.
En það er dæmalaust hins vegar að láta launalækkun skella á þeirri stétt sem stendur næst og er eiginlega fremst í výrlunum. Já, í mestu hættunni með smita sjálf. Algjörlega. En svo ég var að lesa hjúkrunarfræðingur sem skrifaði í gærkvöldi. Ég var klædd í hlýðafatnað í 7,5 klukkustund með tilheyrandi óþægindum til að forða smit. Og þetta er bara svona eitt brot af lýsingunum, því að og Tómas Guðbjörnsson læknir, hann er búinn að skrifa líka það er engir nær veiku sjúklingunum en hjúkrunarfræðingar. Og þegar þær eru að koma úr því að leggja sjálfa sig fyrir hættu, koma heim og sjá launaseðilinn sinn en það er eins og segi, launaskrifstofan eða hver sem hlýtur að hafa gert viðvart hvað væri framundan. Ekki rétt? Jú, að sjálfsögðu. En þetta er svona eins og maður ímyndist þetta sé bara að þegar tölvan segir að nú skuli þetta gerast, þá gera menn. Það er fyrir að vera á tánum að koma í veg fyrir að svona lagað eigi sér stað. Og það sem ríkisstjórnin ávitanlega gera núna er að draga tilbaka umsvifalaust, borga þessu fólki og við reyndar höfum lagt til í Miðflokknum og ég held að hann rata inn í tillögur minnihlutans að þeir sem eru að vinna í þessum fremstu viljum fái ákveðna svona þóknun uppbót á sín laun. Við nefndum hjúkrunarfræðinga þar en auðvitað á það líka verið lögregluna og aðra sem eru að leggja sér hættu á hverjum einasta degi núna fyrir okkur hinn. Já. Og fólki bara í afgreiðslukössum í verslunum. Ég meina, það eru allir sem eru að reyna að halda samfélaginu gangandi í dag meira og minna í hættu eða útsettir fyrir því að verða fyrir þessu smiti. Það er konið einhver svona borgarlega skyldu kannski umfram það sem er hægt að krefjast af fólki svona dagstælega, er ekki? Fólk er að ganga raunverulega lengra heldur við getum endilega krafist að þetta. Við höfum náttúrulega séð að það eru hvað var að segja okkur í gær, 80 manns eitthvað slíkt sem er komið, 80 manns sem er farið að vinna núna í heilbrigðiskerfinu sem voru hættir eða komin í einhver önnur verkefni. Núna að snúa tilbaka til þess að aðstoða í þessu faraldri sem er. Já, þetta er alveg ótrúlegt. En Gunnar Bragi, höldum aðeins, þú ert nú fyrrverandi utanríkisráðherra og þú situr í utanríkismálanefnd núna. En það virðist vera að það sé svona einhver gliðnun í Evrópusambandinu. Sem að þið nú legið hálsið fyrir að hafa ekki slitið alveg tekið umsókn okkar aðildarviðræður til baka. En nú orðið gamalt mál en einhvern veginn, það tegist, það er teygjanlegt hugtak að slíta viðræðunum. En hvað segirðu þessa stöðu? Ég er búinn að birta hérna á vefnum mínum, ég er búinn að birta mynd frá Ítalíu þar sem var verið að taka niður Evrópufánann og flagga þeim kínverska. Og það er innan Evrópusambandsins, leiðtogar innan Evrópusambandsins er að tala að nú reynir virkilega á hvort að Evrópusambandið haldi, eða hvort að það bara hreinlega leysist upp. Já, fyrsta lagi þá er þessi umsókn dauð. En varðandi í Evrópusambandið og stöðuna núna, það var það vitanlega eftirtektarvert að þegar að Ítalía kallar eftir aðstoð, kallar eftir hjálp, að þá kom svo aðstoð ekki frá Evrópusambandinu, þau komu frá Kína til að byrja með fyrst. Síðan voru kúbverskir læknar sem komu og fóru að vinna Ítalíu, aðstoða Ítalíu. Og nú er beiðni frá ríkjum í suðri hjálp frá ríkjum í norðri með búnað og tæki og slíkt. En þá eru menn á bremsunni þar. Það sýnir sig að þegar öll fallegu orðin varðandi Evrópusambandið að þetta sé svo sterkt og samheldið svo mikilvægt að þegar á reynir það hugsa hver sjálfan sig. Og það er það sem Ítalir eru til dæmis að upplifa núna. Þannig ég held, og svo sjáum við líka til dæmis í Ungverjalandi að Viktor Orbán er komið með rauninni innræðið þar, hann stjórnar með tilskipun. Þó svo Evrópusambandið vari við þeirri þróun og svo framvegis, að þá veit maður ekki hvernig þetta þróast. Við líka séð að það kemur á flóttamönnunum og þar hefur Evrópusambandið nána sagt hver einn verður bara að bjarga sér og menn hafa gripið þar leiðindi til þess að loka landamærum og svo framvegis. Þannig að ég held að sú áraun þannig að þetta áhlaup sem er nú Evrópusamstarfið þessu sjúkdómi eigi eftir að draga það betur og betur í það. Að Evrópusambandið er að stóra hluta svona eins og einhver regnhlíf sem mýlegur þegar að virkilega þarf á hann halda. Þegar að EES-umræðan var á Alþingi, ég er það gamall að ég var þingfréttamaður á þeim tíma og þar var einn þingmaður, þú manst örugglega eftir honum, Ólafur Þ. Þórðarson fyrir Framsóknarflokkinn í Vestfjarðakjördæmi eins og hét þá.
hann náttúrulega var mjög skemmtilegur maður, mjög eftir þetta verður. Ef ég vissi að hann var að fara að tala þá fór ég upp í blaðamannastúkunni til að hlusta á hann, þegar hann var mjög skemmtilegur ræðumaður. En hann sagði nú ekkert mikið í fjölmiðlum, nema einu sinni þannig að ég var inn í Kringlunni í þinghúsinu og þá kemur Ólafur Þór Þórðarson til mín, stoppaði hliðina á mér og segir: Sigurjón, hvernig heldur að verð farið fyrir sameinaðri Evrópu þegar hver vill fá sitt aftur? Já. Hvernig skiptum við upp? Já. Ég hugsa mjög mikið til þessar orða Ólafs Þórðarsonar einmitt núna. Nú reynir svo mikið á þetta. Og hvað verður ef að þetta heldur áfram? Þetta þróast að þennan veg. Hver vill fá sitt tilbaka? Við erum búin að sjá vandræði Bretana. En heldur þú að Evrópusambandi sé í hættu? Nei, ég held í rauninni ekki að Evrópusambandið sé í hættu. Ég held hins vegar að Evrópusambandið muni breytast, geti breyst mjög mikið við þessa árun sem að nú er. Þegar að ríkin upplifa það að skjólið sem átt að vera í þessu stóru og mikla bandalagi ekki það sem það er. Þetta heima fyrir umræðina mjög mikið fyrir okkur líka að horfa á þetta með raunsæjum augum og velta fyrir hvert skjólið raun og veru þegar á hólmum komið. Já. Ég man ekki betur en Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hafi sagt í gær með svona innkaup á hlífðarbúnaði og fleiri varðandi COVID-19 að þá Evrópusambandið staðið saman að innkaupum, en þegar á reyndi þá fengju þau stóru fyrst og smáríki eins og Íslands myndi þá bara sitja eftir ef þannig bæri undir og þannig að það eitt svona fær eflaust okkur í þessu hallari sem núna til að spyrja spurninga, erum við þá í réttum félagskap ef að við mætum alltaf afgang? Heldur þetta sé rétt svona? Ég held að sé alveg rétt. Ég held að sé alveg rétt að stóru ríkin, eða stórríkin, hver bjargar sér alltaf í upphafi. Það breytir engu þó að menn sé Evrópusambandið einhvers annar staðar. Menn horfa fyrst á sjálfa sig og segja, hvernig ætla ég að vernda mína þegn, hvernig ætla ég að bjarga mínum efnahag. Síðan fara menn að horfa út fyrir. Og það breytir engu þó að þú sért í Evrópusambandið. Við sjáum það að Þýskaland, stóra ríka ríkið, hefur svona verið óviljugt til þess að opna sína buddu fyrir hinn ríkin eða þá að láta tæki og búnað og svo framvegis, mjög svona sein til. Og ef maður væri í Þýskalandi, stjórnmálamaður, myndi maður kannski hugsa bara eins og þeir að gera. Hugsa okkar þegna og okkar fyrirtæki. Og rauninni ætti þetta að kenna okkur Íslendingum að við eigum að fara miklu betur yfir okkar innviði, yfir það sem að skiptir okkur hvað mestu máli núna. Það vitalega heilbrigðiskerfið og það sem sér það líka hitt að eiga mat ofan í þjóðina, hafa nægar birgðir af olíu og öðru slíku sem við þurfum að halda til að geta lifað í marga mánuði eða ár jafnvel. Þannig að allt þetta þurfum við að fara yfir núna. Við þurfum að hamstra. Já, við þurfum að vera undirbúin því að síðan það var bara í gær var yfirlýsing frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, Matvælastofnuninni og Alþjóðaviðskiptastofnuninni að horfa sérstaklega til framleiðslu matvæla, tryggja viðskipti og síðan stendur í yfirlýsingunni að ríkir hvött til þess að vernda sérstaklega matvælafyrirtæki og starfsmenn matvælafyrirtæki. Vegna þess að þessir aðilar hræddir að það verði einhvers staðar skortur. Og við Íslendingar þurfum að passa okkar landbúnað, passa okkar sjávar. En vill flokkurinn út úr Evrópska efnahagssvæðinu? Nei, við höfum ekki gengið svo langt að segja það. Við höfum alveg... En það gert við það? Nei. Spurningin rétt hjá mér. Við höfum ekki gert við það að fara út úr EES-samstarf. Við höfum sagt að þennan samning og allt þetta samstarf verði að horfa og meta með gagnrýnum augum. En við hins vegar alveg tilbúin til þess að fara og segja þetta kostirnir og þetta gallarnir, okkur svona ákvörðun. En við erum búin að fá eina skýrslu sem skoðaði bara kostirna. Björn Bjarnason samdi fyrir... Gunnar Bragi, við komum svo mikið við margt í svona stöttu þætti, en ég verð að spyrja þig varðandi þinn eigin flokk og nú hefur Vigdís Hauksdóttir boðað það að hún ætlar að gefa gott á sig sem varaformaður flokksins og þú situr í því embætti núna. Hvað ætlar þú að gera? Ég meina, það á enginn eitt í stjórnmálum eins og menn vita. Ég hef ekkert í hyggju annað en að vera áfram varaformaður og það það náttúrulega búið að vera alls konar þróunarvinna í gangi með flokkinn. Þetta ungu flokkur 2,5 árs. Það verið að vinna í lögum flokksins og hitt á þetta. Við bara verðum að sjá til hvernig þetta þróast alls saman.
En ég meina þú veist, bara hvart ekki yfir því þó einhver bjóði sig fram. Það væri það nú, maður hefur nú tekið nokkra slæði sér frá. Já, ég veit, en ég hef líka spurt það þess aður og að því að þú sagðir við mig bara ekkert lungu síðan að öðru munur sleppa, varaformennskunni eða formennsku í þingflokknum, ekki rétt? Jú. Þannig að þá kannski verður Ólafur Ísleifsson næsti þingflokksformaður. Myndirðu styðja hann til þess? Já, það sko allir þingflokknum geta verið þingflokksformenn, það er ekki vandamálið. Ég held hins vegar að það sé bara ekki komið að því að maður þurfa að velja þetta. Það kemur að landsþinginu hjá okkur næsta haust. Október líklega, eitthvað svoleiðis, september, október og þá verður maður búinn að gera upp hugsin að hvort að maður heldur áfram að auðvitað ákveð ég ekki hvort ég vil vera varaformaður þingflokksformaður. Nei, þú ræður hvort þú gefur kost á þér. Hvort þið sækist eftir. Já, er það ekki? Þá mun ég ákveða það, ég mun ákveða það þegar að þessu kemur. En hérna, öll sár gróa síðu stendur einhvers staðar, finnst hér svona viðhorfið til annarra þingmanna öðrum flokkum gagnvart ykkur eftir Klaustursmáli vera svona gróa? Er samstarf milli ykkar og jafnvel þeirra sem sögðust aldrei ætla að vinna með ykkur aftur? Já, þetta náttúrulega, auðvitað það og menn sjá það bara til þess að stjórnarandstaða vinnur býsna vel saman núna og svo framvegis, skilur. Ég meina, menn eru bara að hugsa miklu mikilvægari og miklu stærri hluti heldur en þetta. Það er það sem allir eiga að vera einblín á og það var nú sagt í öllum þessum hasar að menn eiga að vera að horfa fram á við og það sem getur mál við land og þjóð og það er það sem. En það er ekki sem sagt klofin stjórnarandstaða, Miðflokkur og svo hinir. Þá er ég að tala bara upp á síðkastið í þessum spretti sem hefur verið í björgunaraðgerðunum. Nei, við komum saman fram með alla breytingatillögur á mánudaginn var, segi ég. Unnum þar saman, skiluðum fram góðum tillögum og stóðum þétt í því og munum gera það áfram að sjálfsögðu ef það snýst það að standa eða koma og hjálpa þessari ríkisstjórn sem við höfum gert svo sannarlega í nefndarvinnunni. Já, ég var spurður að því, ég reyndar ekki opinberlega bara, ég var spurður að því í gær hvort að ég héldi að ríkisstjórnin myndi halda út kjörtímabilið og ég sagði já alveg örugglega. Og ástæðurnar Vinstri græn geta ekkert hætt, það er bara Katrín verður að klára kjörtímabilið með sína fyrstu ríkisstjórn, Framsókn óttar sennilega ekkert eins mikið eins og kosningar og Sjálfstæðisflokkurinn bara í góðum gír. Er það ekki í stað? Sjálfstæðisflokkurinn nú ekkert einstaklega endilega góðum gír, en Sjálfstæðisflokkurinn völdin eru svo mikil hjá honum. Já, tala um það er alveg rétt. Sko, ég alveg sammálaður, ríkisstjórnin mun halda út kjörtímabil, ég held að það sé alveg ljóst, vegna þess að þau hafa ekkert annað að fara í sjálfu sér eins og staðan núna. Hins vegar munum við eftir umræðum hvenær á að kjósa, því að forsætisráðherra opnaði það að stilla þetta rétt, þar að segja kosið á vorið, þá vorið 21. Formaður Sjálfstæðisflokksins hefur talað um að það er kjósa haustið 21, þannig að það er fullt kjörtímabil. Veistu að segja, mér finnst ríkisstjórnin verið komin í kosninga. Mér finnst ríkisstjórnin verið svolítið að nýta sér þetta ástand núna eins og sé að undirbúa kosninga. Það kemur mér ekki að þó verið kosið að ári, eitthvað slíkt. Já, vorið 21. Já, það kemur mér ekki á óvart. Ég held að þau sé að undirbúa það. Mér finnst ríkisstjórnin svo ófókuseruð eins og við vorum að tala um áðan þessar aðgerðir. Þetta minnir mig svolítið að þeir skrúi bara frá slöngunni í botn og það er enginn sem heldur endan. Þetta er bara að sprautast hér og þar. Eins og þú raktir ágætið þinni gagnrýni. Það er ekkert víst hvaða störf þetta skapar, í einkageiranum, opinbera geiranum. Það vantar alveg ótal mörg svör við því sem það var ákveðið að gera, ekki rétt? Alveg hárrétt og uppáhaldstillagan mín í tillögu ríkisstjórnar endurnýjun á ölduduflum. Endurnýjun á? Ölduduflum. Já. Og þú hefur nú meiri reynslu held ég af sjómennsku en ég að allavega einhver í kringu þig og nú spyr ég hvað heldur öldudufl skapi mörg störf? Ég veit ekki, ég var 12 ára til sjós og 10 vetrarverti og 2 ára á togara, ég var aldrei með öldudufl, en ég veit alveg hvort að fara. Þetta er eitthvað sem er bara einu sinni og búið og þetta er ekki atvinnuskapandi en nei, menn garðslöngu kenningin þín, hún er alveg rétt. Það voru allir við borðið þurft að fá eitthvað til þess að allir færi sáttir frá því. Og þá er bara skrúa frá. Já, þá er bara skrúa frá eða nammipókin opnar og allir fá eitthvað.
Herðu, Gunnar Bragi, þetta búið að vera ágætt samtal og ég þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur að þessu sinni. Sjálfsagt. Já, bless. Já, bless. Já, ágæta áhorfendur, þetta var Gunnar Bragi Sveinsson sem var gestur þáttarins í dag. Á morgun ætlum við að skoða mismuninn á til dæmis umhverfi fjölmiðla hér á landi og í Danmörku og mjög fróðlegar upplýsingar sem koma fram í þættinum á morgun. En við segjum þetta gott að sinni, við hittumst hér aftur á morgun, sæl að sinni.